Kári Garðarsson og Eva Björk Davíðsdóttir. Verið velkomin. Þakka ekki alveg fyrir það. Hvernig hafið þið það í dag? Eva, já, ég bara hress. Er ekki? Jú. Kári, þú ert náttúrulega eins og venjulega, bara eins og nýr. Ágættu bara, ágættu. Svaf ágætli í nótt og bara nokkuð tilbúin í daginn, Já. Svona svo við byrjum á byrjuninni, allt að vera klárt fyrir morgundaginn? Já, ég held að þetta sé nú bara svona eins klárt og getur orðið. Maður reynir að gera eitthvað á þessum dögum sem að fram að þessu og svo sem ekkert kannski meira eða minna heldur en fyrir aðra leiki en auðvitað tilhaukunin meiri auðvitað fyrir þessu verkefni heldur en kannski svona hefðbundu deildarleik, þannig að jú, ég hef ekki segja það bara að það sé svona eins klárt og hægt Eva, þetta venst ágætlega að fara ár eftir ár í Laugardalshöllina, í undanúrslit og úrslit. Já, þetta hættir ekki að vera skemmtilegt, sko. Nei. En kannski líka ennþá skemmtilegar núna því að nú unnum við í fyrra. Já. Þannig að það vartu kannski svona fyrir við aðeins öðruvísinindi verkefni. En alltaf jafn skemmtilegt og alltaf jafn spennandi. Já, það svolítið sérstök, getur við sagt, leið ykkar inn í þessa undanúrslita helgi. Það var þegar við einhverju spila eitt leik í byggarnum fram að þessu, en það var nú reyndar engin smá leikur, sterkur útisigur á móti Selfossi. Algjörlega, við fórum þessa kílómetra á Selfoss, þannig að leiðin var löng að því leiti en hún kannski var ekki löng að við fórum í fjölda leikja og það eins og sem það segir, þetta oft svolítið sérstætt að sum lið sem að fara í gegnum þetta, spila kannski bara eitt leik og eru komin inn á gólfen, en eins og ég segi, þú getur líka lent á mjög örfum anstæðingum í áttalúrslitum eins og við gerðum svo sem í fyrra og hitti fyrra áttum þá leikja mótið fram og komast þá erfiðu leið inn í það skipti. Já. En Selfoss náttúrulega bara mjög gott leið og við þurfum verulega að hafa fyrir sigri þar. Já, þið að mæta, Eva, ef ég byrja að spyrja þig fyrst, þið að mæta Haukaliðin á morgun. Þetta eru 2 efstu lið óliðsdeildar kvenna. Hvernig er Haukaliðið? Hver helstu styrkleikar Haukaliðsins? Helstu styrkleikar, það er náttúrulega alltaf að nefna, þú veist, ákveðna leikmenn eins og Ramóni og Maríu og Karin á miðinni og svona, en svo þetta líka bara segja stelpur í hverju einstu stöðu, það má ekkert líta af hinum, sko, og áttilega ekkert að þó að maður kannski leggja áherslu á að stoppa ákveðna pústa, þá má heldur ekkert líta af hinum, þannig að þetta er bara sterk liðsild og góður hópur sem að er búin að vera að spila mjög vel, þannig að við þurfum bara að vera á tónum. Já, sammála þessu Kári? Já, Haukalið gríðarlega vel mannað og örugglega það liði deildinni sem að fór í gegnum hvað mesta breytingar á milli ára. Náttúrulega má ekki gleyma því að náðu frábærum árangri fyrra og voru í Final Four og voru í top 4 og fengu þessa leikmenn eins og Ramóni Pekaskíti sem náttúrulega algjör gæðaleikmaður og Maríu frá Portugal sem hefur reynst vel vörn og sókn og fengu Jónu Sigríði í horni sem gríðarlega öflugur leikmaður, Elínu Jónu í markið og svo mætti bara lengi telja, María Karls á línuna sem segur línumaður líka, þannig að Haukalið feikilega vel mannað. Já, það ég hef aðeins fjallað það hér í þessum þætti og svona sagt mína skoðun á því, bara opinberlega, mér hefur ekki fundist óliðsdeild kvenna vera jafn bæði skemmtileg og spennandi í mörg ár, sammála því Eva? Já, klárlega, og ég held að það sýnir líka bara að það, kannski í þessari bikarkeppni það skiptir kannski ekki beitt máli hvar maður í deildinni, þú veist, það bara við vorum í hörkuleikum á Selfossi og ekki nú við á svipum stað í deildinni, þannig að það skiptir ekki öllu máli, það bara, þetta eru hörkuleikinast í hverjum einsta leik. Já, maður hefur séð Kári eins og til að mynda síðast Selfoss, Fylkir fer út í Vestmannaeyjar og vinnur góðan sigur, ekki það tengist eitthvað þessari bikarhelgi endilega neitt beint, en kannski nema bara sjálfstrausti á fylkisliðinu, en deildin hún gríðarlega jöfn og mörg góð lið. Algjörlega, og það eru bara leikmenn að koma upp og það eru lið í deildinni sem að sækja sér erlenda leikmenn í meira mæli heldur en hefur verið undanfarin ár og það auk þess jóvanulega við það, þá eru leikmenn sem hafa verið að spila erlendis síðastliðin ára að koma tilbaka og þeir eru að minnsta kosti 5 eða 6 held ég ef ég tel þetta rétt svona í heildina. Allt saman mjög góði leikmenn, þannig að það þýðir það að deildin bara mun sterkar hún var í fyrra og gæðin meiri og svo náttúrulega liðin bara mun jafnari, þannig að þetta gerir þetta ennþá meira krefandi að starfa í þessu. Já, ekki spurning, og það auðvitað Kári, ef ég spyr þig núna þessi undirbúningu fyrir leikina móti Haukum fyrir þig sem þjálfara liðsins og ykkur þjálfara teimi, er undirbúningurinn eitthvað óhefbundin, undirbúið ykkur eitthvað meira dýpra eða eitthvað slíkt, eða er þetta bara hefbundið? Já, þetta sé ekki bara dálítið hefbundið, sko. Það bara þannig, þess að ég ætla að segja að ég sé algjörlega stórkostlegur þjálfari, að maður bara einhver með reynar að pæla í þessu og vera vel undirbúin undir öll verkefni, því að maður vill ekki
misti það sig, sérstaklega meðan deildin er svona jöfn og við komum inn í alla leiki eins vel og hægt er og eins og segi, ég held að maður fari ekki mikið dýpra kannski í þennan leik ég held ekki. Nei. En hjá ykkur ef að svona leikmennir sem eru náttúrulega þeir sem að skipta máli þó að þetta þjálfarnir skipti hellingsmáli Takk fyrir það. Ég gefi nú kára mínum rós hérna en þið leikmenn Eva, er undirbúningurinn ykkar eitthvað frábriðin, undirbúið ykkur eitthvað öðruvísi bæðið sem hópur og síðan kannski þú eða þið sem einstaklingar? Nei, ég held bara ekki, ég held að sé einmitt best að horfa á þetta sem bara, þetta er bara leikur sem að þarf bara að taka eins og hvern annan deildarleik og í undirbúningi, kannski reynum að gera vikuna skemmtilega, við borðum saman í gær og gera svolítið meira úr sig kannski vikunni sjálfur og hafa þetta skemmtilegt en hvað var æfingar og undirbúning sjálfur og það held ég að sé einmitt bara best að undirbúa sig eins og vindum okkur fyrir hvernig eitt leik. Já, þeir öllar að botnin kvöld, þá völlurinn jafn stór, svona cirka jafn stór og það eru handboltavellir og þetta eru 60 mínútur á handbolta, Kári. Það víst þannig, það ekki breyst neitt síðan að þú varst í bransanum, þannig að við bara göngum út frá því að það sé bara sama upplegg en þetta kannski spennust í herra og maður kannski blundar þessi leikur alltaf aðeins meira í manni í aðdraðandunum, það kannski ekki óðurlegt heldur því að þetta kannski svona stærsti viðburður, einstaki viðburður sem er yfir vetrartíma, þannig að það kannski ekki óðurlegt. En þess þá frekar líka að sé gott að því að maður veit alveg hversu stórt þetta en þess þá frekar líka gott að hafa undirbúningin bara svona tildalega hefðbundin. Já. Það verður ekki gera ómikið úr honum heldur. Við vorum með mat í gærstelpuna sem það buðu mér ekki inn. Nei, það var svolítið sérstætt. Ég veit ekki hvað býr þar að baki, ég þarf að kanna það. Hér var nú bóðið, Kára minn, þú bara komst ekki. Já, þetta er útvarp, erum að búa til útvarp. Já. Þannig að fyrirsögnum verður þjálfarann ekki bóðið. En það hinn leikurinn sem spilaður á morgun, sem mjög athyglisverður líka, finnst mér, og held bara almennt fyrir handboltan, Stjarnan Fylkir. Hvernig sjáðu þann leik fyrir ykkur? Það í raun og veru mjög erfitt að spá í þann leik líka þó að sé 10-12 stig á milli held í deildinni, Fylkis og Stjörnuna þá hafa Fylkis menn verið að spila eða stelpurnar verið að spila gríðarlega vel og ná þessum úrslitum eins og móti Fram og svo núna móti IBVF þannig að það svona sjálfstraust í Fylkisliðinu líklegast og það sem kannski ég get svona ímynda mér að geti skipt sköpum mér að það eru fleiri leikmenn í Stjörnunum sem hafa upplifað þessa umgjörð það líklegast engin leikmaður sem hefur spilað í þessari umgjörð í meistaraflokki það var kannski gett að yngri flokkunum en á meðan í Stjörnunum eru leikmenn sem hafa verið þarna undanfarin ár og svo við tölum um Flóru og Solu og Hönnu G sem hafa verið þarna jável ár eftir ár þannig að það gæti riðið bakamunum en eins og ég segi það erfitt að spá fyrir þetta. Samanlega Eva? Já, ég held að sé algjörlega en Fylkisliðin alltaf búið að vera sína mjög góða leiki undanfæri þannig að mjög erfitt að segja til þetta. Já, það svo sem ekki þetta að heldur að fara hann fram á sér og segja einhvern óska mótherri á 1-1 það bara framöndan náttúrulega bara 60 mínútur ykkur á morgunum mútið Haukum, það þarf að klára það og ekki byrja á því bara. Ég segi það og svo geta menn fara að spá í framhaldi. Ég var einmitt að ég spurði Gunnar Andrésar og Átna Benedikt á hann að því sem mjög athyglisvert fyrir félagans og Gróttu að nú bæði kalla á kvennaliðin í þessari Final Four helgi. Hvernig klúbburinn að bregðast við? Er mikið stemning í félaginu fyrir þessar helgi? Já, ég finn nú fyrir því að ég náttúrulega starfa þetta upp í Íþróttahúsi frá mótni til kvölds og maður finnur fyrir mikil spennu fyrir þessu, það er svo sem verið þannig líka undanfærin á, kvennalið að fara í 4. skipti frá upphafi hefur kvennalið Gróttu tekið þátt í Final Four og það er verið góð svona mikil stemning hverju þetta svona braust hún ennþá meira út í fyrra þegar að liðið var svona kannski sigurstrangleira liðið og líklegra kannski að fara í úrslita leik og annað í þeim dúr en nú kallaliðið komið þarna inn í fyrsta sinn í allavega Final Four hlutan og ég segi ekki annað, ég held að það sé bara mjög mikið spenna hjá Seltindíku og öllum fyrir þessu. Já. Á síðasta tímabila því við vorum að tala um nú náttúrulega þið ríkjandi bikarmeistarar leikurinn í fyrra úrslitaleikurinn í fyrra varð eiginlega aldrei spennandi og það er bara svoleiðis 29-14 sigur á móti Val ég held að svona ef við horfum á tímabili í heildsinni þá getum við kannski ekki búist við svona fyrirfram þannig úrslitum í þessum leikjum helgina eða hvað? Nei, ég býst allavega ekki við því en svo veit maður aldrei hvað gerist í þessari bikarkeppni menn við vorum heldur ekki að búast við þessum sigri í úrslitunum í fyrra, það var ekki eitthvað sem að við vorum búin að undirbúa okkur eitthvað fyrir en maður veit aldrei hvað getur gerst en auðvitað undirbyrjum við alltaf fyrir hölkuleik og ætla bara að vera undirbúrskreft allan tíma. Á hvaða styrkleikum ykkar á hvaða styrkleikum þurfið þið að einblína í þessum leika móti Haukum? Hverju þurfið þið að ná fram í ykkar leik til að eiga möguleika í þessum leik?
við þurfum að ná varnarleiknum okkar alveg í toppstand og hann þarf að vera 100% allan tíman og þá fylgir náttúrulega markvarslan með því þær eru búin að vera að sína mjög góðan sóknarleik í vetur Haukastelpunar og þá vonandi ná líka að keyra upp hraðaupli bæði fyrsta og annan tempo að því að það er kannski líka þessi svona hvað segir maður ódýri og auðveldi mörk sem að geta svo skilað í lokin. Já. Eitthvað er þetta bæta, Kári? Nei, þetta var fullkomin greining hjá ég segi bara pass. Já. Það er auðvitað, þegar maður er búin að fylgjast með Gróttu-liðinu, það er svona ákveðin hryggsúla í liðinu sem er gríðarlega sterk. Það er að segja miðjublokkinu vörninni, Íris í markinu auðvitað. Það er ekkit ólíklegt að það veri reynt að komast einhvern veginn fram hjá því í leiknum á morgun. Það er að segja sækja, kannski meira bakverði, hotnamenn eitthvað. Búið undirbúið það vel? Já, ef ekki bara segja það því að það er ekkit óðalegt að leiðin liggi ekkit endilega inn á þessa miðjublokk. Ég myndi ekki taka strætó þangað svona nema að það væri algjörlega nauðsyn. Við þurfum bara að spila þennan varnarleik okkar vel og við þurfum kannski ekki síst að ná að skila boltan vel frá okkur sóknarlega og skapa okkur færi og þetta er bara eiginlega allt sem þarf að ganga upp í svona leik og það er bara þannig, ég held að þetta sé svona 50-50 viðurögg sem að bara svona ræðst kannski á svona litlu atriðinu, hvernig mann gengur 6 og 5 og hvað maður er að gera í undirtölu og þú veist, þetta getur skipt gríðarlega miklu máli líka í leikjum eins og þessum sem að morgundagur verður líklegast. Já. Leikurinn ykkar þegar við mættist á Ásvöllum þar sem að fór 21-21. Já. Eva, hvernig var sá leikur? Hvað getið þið tekið úr þeim leik sem getið nýst ykkur í leiknum á morgun? Þú veist, við getum bara kannski tekið þetta var bara spennandi leikur allan tíman, þannig við getum bara búið okkur undir það að þetta verður bara hörkuleikur á morgun frá fyrstu mínútu og svo sem kannski ekki mikið meira að taka úr honum heldur bara það, þú veist, þetta er mjög jöfnlið þannig að við þurfum bara að vera á tánum allan tíman og það má ekki slaka á hver sem það er í vörð, sókn, hraðaflöpum, uppfyltingu og hvað sem það er bara, við þurfum að vera 100% allan tíman. Til að lítið skorað í þessum leik þannig, 21-21 maður alveg séð leikið sem að skora töluvert meira var Haukarnir og Haukastúlkurnar var þetta fyrst og fremst góður uppstiltur varnarleikur hjá þeim sem að gera það verkum að þið skoruðu ekki meiri mörk eða hvað olli því ekki var meira að skora í þessu leikári? Við skorum nú venjulega ekki mikið af mörkum. Nei. Segir það líklegast að ég sé ekki góður sóknarþjálfari en Elín Jóna reyndar var gríðarlega öflug í þessum leik. Við fórum með töluverðan slatta af mjög góðum færum. Maður hins vegar kannski ekki glemma því hinum meginn var Íris Björk að verja líka mjög vel. Þannig að þarna ertu með 2 toppmarkmenn sem að náttúrulega þarf að komast fram hjá þegar þú ert búin loksins að skapa þér færi. En bæði lið er að spila gríðarlega góða vörn og hafa þessa markmenn sem að geta oft riðið bakamunnin í leikjum þannig að það var svona kannski einhverju leiti svona glötu tækifæri fyrir framann opið mark sem að við vorum að fara með í þeim leik. Já. Ef við skoðum aðeins þessi 4 lið sem er að fara í þessa Final Four helgi í kvennamegin gríðarlega ólík innkoma þessara liða inn í helgina þar að segja að þeir eru ríkjandi bikarmeistarar og þeir eru svona liðið sem þarf að vinna til að vera bikarmeistari er svona svolítið umræðan eitthvað þar myndirðu segja að pressan væri meiri á ykkur heldur en Haukaliðinu þar sem þeir eru núverandi bikarmeistarar og Íslandsmeistarar? Já, kannski að hluta til en samt þú veist að því að deildin er búin að vera svo jöfn og þessi leikir eru búin að fara bara margir hörkuleikir í vetur þá finnst mér pressan er kannski ekki alveg eins mikil okkur og hefði verið af því að það finnst öllum fylgir alveg líklegar eins og bara við og Haukar og Stjarnan líka þannig að það kannski minnkar eins pressuna en auðvitað er það alltaf pressa að koma sem ríkjandameistarar inn í svona keppni. Já, það er auðvitað fyrir ungan leikmannahóp eins og við tökum dæmi eins og fylkisliði þar sem að Halldór Stefán var hér í viðtali við mig í gær að það er ónættilega kannski pínlítið þægilegt að geta komið inn í svona helgi og það er akkurat engin pressa. Nei, það er þetta kannski önnur suðismyndi á þeim að þau svona er að fara í fyrsta skipti og hafa eiginlega allt að vinna. Haukarnir eru náttúrulega með gríðarlega hefð og eru náttúrulega það lið sem hefur unnið held í bikarinn oftast af þeim liðin sem er þarna inni og ég ger ekki ráð fyrir öðru þegar Haukar tjálta eins miklu til og þeir tjölduðu til fyrir veturinn í kvennaboltanum að það sé svona ákveðin krafa það að það náist árangur því að Haukarnir eru stór klúbbur og það eru ætlast til þess að árangur náist á öllum sviðum upp og niður og þá sérstaklega í handboltanum. Já. Hvernig verður morgundagurinn hjá ykkur svona í aðdraganda leiksins nú að leikurinn spilar annarkvöld 7:30 19:30 í Laugardalshöllinni? Er undirbúningurinn á morgun leikdegi sjálfum, er hann eitthvað frábrugðinn eða er hann bara hefðbundinn? Já, ekki á mér persónulega, ég held ég bara rúli í vinnuna og reyna að gera gagn þar og rúli svo þaðan
í höllina, það er kannski rækt þarna þessu undan, ekki veitir af að maður svona aðeins hristi sig. Þú ætlar ekki að tylla þér á pallana og sjá Stjarnan Fylkir eða? Nei, ég kem nú held ég hérna bara svona 1,5 tíma fyrir leika eitthvað, þá sér maður kannski síðustu 20 eitthvað, þannig að hérna læta að duga. Eins og ykkur Eva? Já, ég held að bara, kannski hver og einn leikmaður með sínar hefðir og einhver nú hjátrúarfylltir heldur en aðrar, en ég persónulega ætla bara að taka hana dag eins og ég myndi gera venjulegum leikdegi. Já. Ég hef nú spurt alla þjálfarina sem að komi hérna í vikunni til mín að sömu spurningunni, ég ætla að spyrja ykkur henni líka, þjálfara og leikmenn. Snýst þetta núna umfram allt að snúa öllu sem heitir stress og spenna yfir í bara hreina tilhlökun? Já, ég held að það sé bara svona eðlileg blanda af þessu öllu þurfa að vera til staðar, bara hjá öllum í kringum liðið, bæði starfsmönnum og leikmönnum, að það er þessi svona tilhlökun að takast á við þetta, það sé loksins að koma þess á morgun, en svo ekki síst bara að njóta þess og hafa gaman og taka þátt, leyfa áhörundum að finna að það sé gleðin á vellinum og allt þetta sem að þarf að fylgja inn í svona verkefni. Já, sammála Eva? Já, ég bara 100% sammála. Ég held að það sé líka svolítið gott við að skemmtilegt við þessu byggkeppni að maður getur aðeins kúpla sér svolítið út úr þessari deildakeppni, því nú er hún rosalega spennandi og sem hverju leikur og bara rauninni mark skiptir máli, að nú getum við aðeins kúpla svolítið því og það var bara skemmtilega helgi framöndan. Þú ert ekkert með einar svona sérstakar hefðir. Árni Benedikt sagði okkur það hér áðan í beinni útsendingu, hann er búin að bregða heldur betur út af vananum, er búin að út af tannþráð alla vikuna. Já. Það er mjög eðlilegt. Það er ekkert slíkt, ekki það ég sé að spyrja það út í tannþráð, en það er ekkert annað í hínum undirbúning sem er öðruvísi. Nei, ég get ekki sagt það. Ég get ekki sagt verið hjá tróðfull, þannig að ég er ekkert með neitt sérstakt. Nei. Það er svona rétt í lokin, það sem að mér finnst kannski svona standa upp úr þessu öllu saman er vikan í heildsinni, af því að þetta svolítið fókusin svolítið á úrslit kalla og kvenna, en það má ekki gleyma framtíðan landsliðsmönnunum sem fá að fara inn á dúkin og hlusta á þjóðsöngin og spila og njóta sín í Laugardalsvelli á sunnudaginn, yngri flokkarnir. Algjörlega, og það er búin að vera hefð hjá þeim í rúmlega áratug held ég að spila úrslitaleikina í yngri flokkunum á sunnudegi, mun lengri hefð heldur en þetta Final Four fyrirkomulag sem er ekki held í nema 4 ára gamalt, þannig að það er náttúrulega gríðarlega svona stór vettvangur fyrir þau og ég hef nú upplifað það að fara þarna sem þjálfari og það hefur bara verið ótrúlega gaman að taka þátt í því líka, þannig að það er stór dagur þar framöndan fyrir margar unga handboltasnillinga. Mikilvægt Eva fyrir handboltarhefinguna í heilsinni að flikkjast á pallana og styðja ekki síst á sunnudaginn. Já, algjörlega, og þetta er mjög góð reynsla fyrir mann sem ungur leikmaður að fá að spila undir þessum kringustæðum. Þannig að, og sérstaklega líka að þú kemur svo bara stutið seinna og svo fyrir að spila meistaraleiki, þá er náttúrulega mjög gott að vera búin að taka nokkra leiki þarna, þannig að þetta er bara mjög skemmtilegt fyrirkomlega. Já, bara rétt í lokin, síðasta spurning mín sem að snýr ekki að kvennaliðinu, hún snýr að kallaliðinu sem er að spila á föstudaginn á móti Stjörnunni. Hvernig spáðu þið þeim leik? Hvernig sjáu þið fyrir ykkur Grótta Stjarnan? Já, ég held að þetta sé mjög athyglisverður leikur þó að það sé deildamunur á milli liðana. Stjarnan er með gríðarlega vel mannað lið og góðan þjálfara og það er svo sem Grótta líka með góðan mannskap og hefur verið að spila mjög vel í vetur, eiginlega kannski svona stöðugar heldur en að ég þorði að vona því að þetta er svona kannski ekkit leikarendast í hópurinn sem er í efstu deild, en það var ná mjög góðum úrslitum í kannski svona óvæntum leikjum og klára líka leiki sem hafa verið svona, getur maður sagt, pressuleikir á það að þurfa að klára til þess að halda sér í deildinni. Þannig að ég svona vona náttúrulega innilega að mittlið klári leikin á föstudaginn, en eins og ég segi, ég held að þetta getur verið mjög spennandi leikur og bara ennill leikurinn sem hefur verið mjög tvísýnt að spá í undanúrslitum. En þú Eva, hvernig sér það leik? Látum alltaf að koma á eftir Kára, þannig að koma einhverja svakali svör hérna og svo þarf ég að koma að bæta ykkur við. Já, ég held bara Skammast ykkur? Við þakkum fyrir hlustuninn í dag. Nei, ég vona bara að strákarnir haldi áfram á þeirri braut sem þeir eru búin að vera á, þeir eru búin að ganga vel og sína góða takta, þannig að ég held að ef þeir halda því áfram í þessum leik á föstudaginn að þá muni að taka þetta. Já. Við látum þetta vera lokaorðin. Kári Garðarsson og Eva Björk Davíðsdóttir, kæra þakki fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Gangi ykkur allt í haginn og við fáum að fylgjast með. Já.